Já, aðeins hérna nokkur úr hálfbylgjuaflöfum, bara indrífuna. Forvarspenni, 230 volt inn þar, þetta bara veðnitramættur húsi, 50 verið. Spennirinn 10 á 1, það er 10 vefningar hér, 1 hér, þá fáum við 10 læri spennu hérna, 23 volt. Við höfum skópjart yfir, það sveiflusjá, tengda hér á milli, fáum svona bylgju hérna, bylgjuform, þetta hérna. Við þurfum að finna hæðina hérna á þessu frá 0 og hingað upp. Það heitir VAF-P, eða VAF-Peak, eða VAF-T sem er VAF-Top. Við notum P, VAF-Peak. Og það er einfaldlega, þannig að við tökum þessu tölu hérna, 23 volt AC/RMS, sinnum rótur 2, og það gefur okkur hæðina hér á milli, 32,5 volt, sem er hérðan og hingað. Frá toppi hingað og hér á milli eru 65 volt, það er peak to peak. Þetta væri VAF-P hérna. Nú, þá erum við hér, komið 32 volt hér á spennunum hér á milli. Díóðan leiðir, það eru 0,7 sem falla yfir hana. Hér á milli eru 0,7 volt þegar hún leiðir, spennu fallið yfir hana. Þá drögum við það frá hérna, 32,5 volt, 19,7. Og þá fáum við nýtt form hérna út úr því, þess að sveiflusjáni hér yfir. Þá er þið merkið hér, það er svona, og svo bil, og svo svona, og bil. Það er að segja neikvæð mínuslutin hérna, hann fer ekki hér á milli. Hann er ekki til, hann er bara þurrkað út. Við fáum bara plúsana í gegn og af því að mínusinn tekur pláss hérna undir, þá fáum við bara plús og svo ekki neitt og svo plús. Hæðin á fjallinu hér, eða toppnum hér, er 31,8 volt. Þess að 32,5, 0,7, 31,8 volt. Til að finna hvað við getum búið til mikið DC úr þessu, það er að segja hvaða jafnspennu getum við búið til ef við jöfnum þessu toppa hérna og nýjast þessu grefi hérna, þá er þetta hér formúlan hér. Spennan upp hér út hérna, hæðin hér, deilt með pi. Þess að 31,8 deilt með 3,14 eru 10,1 volt DC. Og þessu formi hér, eða þessu bylgjuformi, getum við búið til 10 volt DC. Já. Nú var það breytt rásinni, við höfum bætt þétti við hérna og gefið þessu viðnámi ákveðna stærð. Nú ætlum við að finna út DC-ið sem við fáum hér út og gáruna. Það er að segja, þessi rauða hérna formúla hér, þetta er formúla fyrir DC þegar við erum með þétti og þekkt viðnám. Það er spennan út hérna, upp-ið hér, hæðina á sem fjallið hérna, deilt með 1 á móti 2 sinnum tíninni, sinnum viðnámið hérna, sinnum þéttirinn. Og það pluss 1 og deilt upp þetta hér. Þetta er svona hakkaðir, bara stingum inn í þetta og fáum eitthvað út. Hæðin hér út er 31,8 volt, það er hér. Og 2 er bara alltaf hérna 2. F-ið er tíðnið, við erum með 50 svona púls á sekundu, og þeir eru 50. Vinnan er 120 ohm hér, það er hér. Og þéttirinn er 1000 mikrofarad og það eru 1000 fyrir 10 yfir eldunum mínus 6. Og það er út úr þessu 29,4 volt DC. Það er að segja, við setjum voltmæli hérna yfir. Það setur á vatt DC, þá lesum við 29,4 volt á þessum mæli. Og það er þessi lína hérna sem rauða, hún er 29,4 volt og hún er svona slétt. En fjallið á bakvið hérna, þessi bylgjur hér, það eru hér á bakvið. Munurinn hér á milli, það er rikkbillinn. Og hann er þá 31,8 volt sem er hérna, hæðin hérna þessu, mínus DC línan, þetta er bara hér á milli. Það eru 2,4 volt sem rikkbillinn er hér, hérna. Og þetta svar er bara nóg. Rippillinn enda hér. En í bólginu þá deilaður rótuna 2 bíla til að fá þetta líklega sem RMS, 1,7 volt. En svona skissa og þetta svar hérna, það er nóg fyrir mig. Hér er svona samantekt á þessu. Við erum með sem sagt hálfbylgjuafröðun, án þéttis og með þétti. Án þétti þá spyrjum við okkur bara, þá fáum við bara hér í gegn, það er að segja aðra hverja bylgju, alveg eins og hér, hverja bylgju. Hérna höfum við ekki þétti og spyrjum okkur, ef við erum bara með þetta hér form, hvað getum við tekið toppana hér af og setja hérna og nýja þess að grefja þess hérna á milli og hvaða DC-spennu fáum við þá út. Og það er þetta hér. Það er bara spennan út, deilt með pi. Þess að 31,8 volt, deilt með pi, ykkur 10,1 volt, 10 volt. Það er hér. Ef við hins vegar bætum þéttið við, þá hlöðum við þéttinu hérna upp í þessa, stendina sé alveg upp í toppin hér, 31 volt. Ef við gætum það, en viðnámið hér það hefur eitthvað stærð og það borðar af og það étur á hann jafn áðum. Þannig við þurfum að vita stærðina á þéttinum og viðnáminu og stinga inn í ákveðna formúlu
og þá fáum við út hvað þéttirinn að halda mikilli spennu hér á milli. Og það er það sem þetta var hér, 29 volt. Þannig að sama rásinn hér, hálfbylgjuafriðum, sama hlutfall hér og hér, án þéttis getum við búið til 10 volt cirka, með þétti og einhverju viðnámi sem hendar þessum þétti, getum við búið til 29 volt. Það er þess að þrefalt hærra dísilspennu, sem við getum fengið út hér, hérna. Þetta veltur bara á viðnáminu. Ef þetta viðnám væri miklu minna, sem er bara 10 ohm, þá væri þetta kannski bara eitthvað, þú veist, 15 volt í þessu og stór rippil, þetta alveg upp og niður, upp og niður. Þannig að DC-útreikningur með þétti og viðnámi svarið veltur bara einfaldlega á stærðunum, að rýmdin á þéttinum og hvað viðnámið étur mikið af honum á milli toppana. Þetta er svona yfirleitt yfir þessa sitthvora rás. Án þéttis með þétti, sitthvor formúlan. Hérna bara spennan yfir, þetta með pi, það er hér og hérna þessi hakkaði vel hér og svarið hér út. Það er það fyrir. Takk.